Þú hefur notað gervigreind og við vitum það. Það allt í góðu, en spurningin bara hvort þú sért að gera það rétt. Fólk heldur að gervigreindin sé frumleg og gáfuð. Hún ekki gáfuð. Hún bara mjög góð í að þykjast vera gáfuð. Hún raun og veru búin að skanna allt internetið, hefur lesið allt, en svo gískar hún. Hún gískar alltaf. Chatbilla samt bara stundum. Ekki bara stundum, oft. Hún veit ekkert 100%, en hún gískar. Ok, við erum svo með verkfæri sem hefur lesið allt en skilur ekki neitt. Hún hreinlega gískar bara á það sem að þú vilt heyra. En hér málið. Segjum að gervigreindin bara búi til einhverja staðreind eða skáldi einhverja heimild. Hver ber þá ábyrgðina? Já, ég glemdi að taka út leiðbeiningarnar sem að Chatti gaf mér, þannig að þegar ég skilaði verkefninu þá skilaði ég með leiðbeiningunum. Það maður læri á þessu. Ég hef séð að það eru rosalega flottar ritgerðir, það sem að heimildaskráin lítur út fyrir að vera fullkomin, allt rétt sett upp samkvæmt APA. En svo kemur ljós að helmingur heimildana bara uppspuni. Vissi nemandinn að því? Nei, því hann treysti gervigreindinni. Nafnið hans var á forsíðunni. Ábyrgðin hans. Hvað þýðir þetta þá? Ertu að segja að gervigreindin sé bara gagnslaus? Nei. Hún getur verið mjög gagnleg. Ég myndi segja ég nota hana fyrst og fremst þegar mér finnst ég vera frekar föst og þarf einhverjar hugmyndir, útskýringar eða gagnrýni, þá finnst mér mjög gott að nota hana. Þú getur fengið hana til þess að finna galla í röksemdafærsluðinni. Gervigreindin náttúrulega sefur aldrei. Þannig að ef þetta væri miðanótt, þá ertu ekki að vekja einhvern til þess að hjálpa þér með þetta og þannig kemur hún sterti. Hún skrifar ekki ritgerðina fyrir þig. Gervigreindin góður stuðningur, en þú ert nemandinn. Þú mættir hingað til þess að eflast og raunverulega læra eitthvað. En það ekki. Allir vegir liggja til Rómar. En það misjafnt hvað vegi þú mátt feta. Sko í akademískum heilindum felst það að nemendur verða sjálfur að vinna verkið og gervigreindin veitir engan afslátt af akademískum heilindum. Það mjög mismunandi og í raun og veru bara alls konar á milli kennara. Sumir kennarar hvetja nemendur að nota gervigreind, menna aðrir bannana alfarið. En hvað verður eiginlega gögnin sem þú deilir með gervigreindinni? Tæknivísindar lofa öllu fögru, en gögnir fara úr landi og stundum verið að þjálfa líkönin áfram á þínum eigin gögnum. Án samþykkis? Það hefur gerst, já. Þetta aðeins eins og að taka loka ritgerðina þína og senda hana á eitthvert óþekkt netfang og í raun og veru ekki vita alveg hvað verður gert við hana. Gervigreindin komin til að vera. Þú getur notað hana til þess að gefa þér hugmyndir, gagnrýnt röksemdafærslur eða bara einfaldlega hjálpa þér þegar blaðið tómt. Kynntu þið viðmið notkun gervigreindar í námi og kennslu fyrir nemendur og kennara í HR. Notaðu tæknina til þess að vera klárari, ekki til þess að hætta að hugsa.